Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og nú ætlum við að tala eitthvað sem nú tengt sjómannadeginum, já, kannski óbeint eða kannski beint, haftengd nýsköpun. Verið velkomnir rektorar. Takk fyrir það. Byrjum kannski á því bara, hvað haftengd nýsköpun í þessu samhengi? Haftengd nýsköpun í þessu samhengi raun og veru nám þar sem hefur verið að ýta við fólki sem hefur áhuga á því að nálgast sjávarútveginn á annan hátt. Hefur áhuga á því að koma með ný verkefni og fá til þess farveg án þess að þurfa að fara í fullt háskólanám. Með þessu móti þá náum við að tengja saman annars vegar sjávarútvegsfræðina sem Háskólinn á Akureyri kennir og hins vegar viðskiptafræði og lögfræði jafnvel líka þar sem kemur að frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun og fólk fær tækifæri til þess að læra hvernig það getur komið að stað nýjum verkefnum innan sjávarútvegs. Því það sem við þurfum í dag, við erum komin svo langt með að nýta aflann eins og hann í dag og það raun og veru bylting. Hvernig hvar við stöndum í dag, eins og þú ert búin að vera að kynna þér á síðustu misserum, allt orðið eins og hugfangin að næsta ferli við að ná meiri verðmætum úr okkar auðlindum, sérstaklega í hafinu, mun byggjast á nýsköpun sem verður að gerast á allt annan hátt en við höfum gert hér áður. Hvers vegna hafið þið áhuga á því að taka þátt í þessu? Hlutverk okkar í HR mjög skýrt. Það að styðja við atvinnulífið á Íslandi, hvar sem það og hvernig sem það og sjávarútvegurinn engin undantekning þar á. Við höfum verið að horfa til þess hvernig við getum vakið áhuga fleiri á því að kynna sér háskólanám, læra rekstur, læra tækni, læra viðfangsefni eins og sjávarútvegsfræðina og sérstaklega að setja þetta í það samhengi að finna nýja leiðir til að skapa ný störf og ný verðmæti hérna á Íslandi. Og þetta hugmynd sem bara smellpassaði inn í þetta mót. Þannig að við vorum mjög tilbúin til þess að fara af stað. Áttum þá þegar fyrir nýlega stofnað til samstarf við Háskólann á Akureyri. Þannig að við áttum auðvelt með að nálgast HA með að verða samstarfsaðili þarna og fórum bara í það að setja saman þetta nám og það hefur gengið mjög vel að koma þessu saman og ég held að við tekist alveg einstaklega vel að búa til námslínu sem stutt þannig að þeir sem hafa áhuga að afla sér menntunar og fara síðan beint í vinnu og í sjávarútveginu. Þeir geta klárað þarna innan við ári nám sem mjög gagnlegt og eftirsótt í sjávarútveginu. En ef þeir þá eða síðar hafa huga á að halda áfram í námi, hvort sem í Háskólanum á Akureyri, Háskólanum í Reykjavík eða annar staðar, að þá hægt að nýta þessa menntun, þessa þekkingu og þessa prófgráðu sem þið hafa í haftengdri nýsköpun sem undirstöðu fyrir áframhaldandi menntun í sjávarútvegsfræðum, viðskiptafræðum, tæknifræði, tölvunarfræði eða hvað það sem heillar hugann. En hvað með nemendur sjálfar? Við höfum nú stundum spjallað það, hvernig stendur sjávarútvegur gagnvart ungu og áhugasömu fólki, lítur það á sjávarútveg sem raunhæfan spennandi valkost því að umræðan sjávarútveg hefur náttúrulega verið alls konar og við fyrstu sýn held ég að hann hljóma ekkert rosalega spennandi í eyrum mjög margra sem ekki þekkja til. Hvernig eru viðbrögðin og hvað heyrirðu og þú ert í Reykjavík þar sem að kannski einmitt sjávarútvegurinn, já, hann vinnur ekki vinsældakosningar. Ekki hjá öllum. Ekki hjá öllum. Þetta nefnilega eitt af stóru viðfangsefnunum sem við erum með í dag. Við höfum verið að vinna mikið með sjávarútveginum á síðustu árum, einmitt við þetta viðfangsefni að koma því á framfæri hvernig sjávarútvegurinn raunverulega Því að ímyndin sem að sjávarútvegur hefur, sérstaklega gagnvart ungu fólki sem að velta fyrir sér hvar það eigi að byggja upp sinn starfsferil, að sú ímynd ekkert sérstaklega góð og fyrsta sem öllum dettur í hug kuldi, vont veður, slor og svona. Þegar við getum sagt í raun og veru. Raunveruleikinn. Það þetta alþjóðlegur iðnaður sem að byggir á því vöruþróun, því að geta ráðið yfir þekkingu sem að alveg frá hafi, þar sem við talum veiðar, yfir í markaðssetningu þar sem við tala beint við viðskiptavin. Því það sem hefur gerst á síðustu árum og við getum sagt 2 áratugum, að stóru fyrirtækin eru farin að stýra þessu ferli alveg sjálf. Við vorum hér áður fyrr með sölumiðstöðvar sem að sáu að markaðssetja vöruna erlendis. Hér heima vann fólki bara í sjávarútvegum beint og það var engin tenging þar á milli. Í dag bein tenging á milli vöruna til viðskiptavinnar og hvernig það vinnst í gegnum allan ferilinn. Og það stórbreyting og það sem við höfum séð við Háskólann á Akureyri núna, síðan ég kom hef ég tekið sérstaklega eftir þessu og mér skilst að þetta sé breyting sem varð fljótlega eftir hrunið, þá fór nú fólk aðeins að horfa kannski meira í kringu sig.
En við viljum svo verið við það að við erum að fá meira af fólki úr skólum eins og verslunarskólum sem að kemur hingað norður til þess að fara í nám í sjávarútvegsfræðum. Og rauninni kannski fattar að ef að fólk hefur áhuga á alþjóða viðskipta lífi, þá er þetta kannski helsta sóknarfærið fyrir ungt og upprennandi fólk. En það er að setja það í samhengi, en eitt varðandi að því ég hef með því hérna varðandi landsbyggðina. Þessi þróun hefur orðið fækkun starfa í landvinnslu og út á sjó. Þetta er orðið bara tæknivæddara sem að maður einhvern veginn ímyndar sér að sé í rauninni þegar öll er á botninn hvolft bara svolítið gott. Þú veist, það þarf ekkert endilega að leggja áherslu á að halda í störf þar sem að vont fyrir líkamann langur vinnutíma og léleg laun. Það einhvern veginn er ekki allavega passion. En það hlýtur að þýða að ekki síst landsbyggðin, vegna þess að það hefur orðið í rauninni þessi nýsköpun og frumkvöðlastarf í sjávarútvegi hefur orðið dálítið mikið á suðvesturhorninu. Finnst í minni upplifun, það er náttúrulega orðið töluvert hérna, þú veist, það er á vissum stöðum, en til dæmis á Akureyri ekki brjálast. Já, í dag erum við til dæmis þróunum sem við séð hjá útgerðarfélag Akureyringa sem er í eigu Samherja. Það er orðið gríðarlega mikil þróun og það er að sjá hvað kallum við ekki að þjarka, iðnaðarþjarka, það er að segja róbóta eða iðnaðarþjarka, komnir í vinnu þar. Ég var kannski að meina í vöruþróunarsviðinu. Já, og ef þú horfir austur, það sem er að gerast þar í uppsjávarveiðum, þar er búið að gera gríðarlega flottar línur sem eru meira og minna sjálfvirkar eða manuál með tilliti til flæðis á vörunni og í því ferli hefur varan verið að þróast. En svo svolítið merkilegt, einu sinni var útgerðarfélag Akureyringa að reyna að þróa vöruna alveg yfir í að vera í neytendapakningu. Já. En málið er að það var ekki verðmætari vara kannski sjálfur sér. Þannig að hvað vilt þú kaupa þegar þú fyrir til búð og kaupir tilbúna vöru? Er það hágæðavara í þínum huga? Eitthvað sem er fljótt að elda og kostar ekki of mikið og ég held að ég sé að setja. Og kostar ekki of mikið, það kostar ekki of mikið, sko. Já. En hvað gerir þú býður gestum í mat? Læt mannin elda. Já, og hann kaupir filet, hann kaupir eitthvað ferskt og gott kjöt, eitthvað sem þú sérð og kemur við. Og það er það sem hefur gerst hjá okkur í vöruþróun í íslenskum sjávarútvegi, er að við höfum farið úr frosnu, tilbúnu, yfir í ferska vöru sem er ekki nema kannski 36 klukkutíma gömul þegar hún er á diski neytandans erlendis. Nákvæmlega. Og fyrir það er neytandinn tilbúin að borga og það er vöruþróun. Þetta er bylting, það er bara þannig. Og það er alveg ótrúlega að við getum sendt vöru út allan heim og hún getur verið komin á disk neytandans innan 36 tíma. Ég hef bara fyllt slíkri vöru, hérna frá Akureyri til hérna Suður Frakklands og borðað fiskir sem var veiddur á Íslandsmiðum, einmitt 36 klukkustundum eftir að hann veiddur. Þetta var næstu eins og eitthvað Harry Potter land að þetta gæti gengið upp, sko. Já. En að lokum, þeir eru áhugasama að kynna sér nánar, námið, valmöguleikana, staðsetningarnar og svo framvegis. Já, endilega og þetta er mjög áhugaverður iðnaður og það er svo mikið að gerast í sjávarútveginum í dag, í tækninni, í viðskiptunum og öllu því sem þarna er í kring, að það er fullt af tækifærum fyrir fólk til að fá mjög áhugaverð störf í þessum iðnaði til framtíðar. Námið fer fram í Vestmannaeyjum og þar er á staðnum mjög góð aðstaða, bæði verkleg og kennsluleg og umsjónarkennarar verða á staðnum. Þar hafa líka nemendur aðgang að fyrirtækjunum sem eru þar og þeirri þekkingu. En þetta er kennt í fjarnámi bæði frá HR og HA. Fyrir þá sem að vilja afla sér meiri upplýsingar, sem ég hvet alla til að gera, að þá er þetta á vefsíðunni hjá okkur í HR, undir haftengd nýsköpun hjá viðskiptadeild og þar eru allar þær upplýsingar sem að tilvonandi nemendur gætu þurft að hafa til að skoða þetta og ég hvet þá til að bæta sér í góðan hóp umsækjenda sem þegar eru komin og gera það fyrir 5. júní þegar umsóknarfresturinn rennur út. Nákvæmlega. Klára málið um helgina. Klára málið um helgina, svei mér þá ef ég hefði ekki farið í sjávarútvegsfræði ef ég var að velta þessu öllu fyrir mér í dag. Endilega kíkja á þetta og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.